Já, ég tel þörf á álagsstýringu. Við erum að horfa til þess að það eru mjög margir ferðamenn að koma hingað til lands og til þess að við viðhöldum lífskjörum hér á landi þá þarf ferðamennum að fjölga. Ferðaþjónustan þarf að vaxa og dafna og til að slíkt gerist með sjálfbærum hætti þá þarf að dreifa álagi á milli staða, milli landshluta, milli tíma dagsins yfir árið og þess aftar. Að mínu mati er þörf á álagsstýringu á stöðum þar sem að aðsókn er þannig að hún reynir verulega á þolmörk náttúrunnar, innviða, ferðamanna og heimahús. Ég tel þörf á álagsstýringu, ekki með harðri verðlagningu eða fjöldatakmörkunum. Þetta er miklu frekar þannig að við beinum fólkinu inn á einum stað og út á öðrum og þannig verður upplifunin miklu betri. Ég tel þörf á álagsstýringu á ákveðnum svæðum en það þarf að vanda allan undirbúning mjög vel og kynna með góðum fyrirvara og jafnhliða þarf að byggja upp nýja áfangastaði í nágrenninu til þess að taka á móti þeim mikla fjölda gesta sem er að koma hérna til okkar. Já, ég tel ríka þörf á álagsstýringu. Sem dæmi, það besta sem hefur gerst í þeim efnum var þegar að Isavia fór að ívilna flugfélögum sem fljúga hingað allt árið. Það versta sem hefur gerst var þegar lögum heimagistingu var breytt og ferðamenn sendir út í íbúðahverfin og annað dæmi er þessi ásókn skemmtiferðaskipa hérna á norðurslóðir. Að við þurfum að fara mjög varlega í það og sveitarstjórnir og hafnarstjórnir þurfa að gæta sín að vera ekki misnotið í þessum efnum. Því að það er svo gríðarleg skattalykt forskot sem þessi skip hafa umfram okkur. Þau eru að greiða 10-15% af þeim sköttum sem við greiðum. Já, ég tel vera þörf á álagsstýringu til að standa vörð bæði orðspor og náttúrun okkar og upplifun gesta. Það er afar sjaldgæft að ferðamenn á okkar vegum kvarti yfir því að hér séu margir ferðamenn. Og ef það eru hugmyndir yfirvalda að stýra álagi ferðamannastöðum nánast eingöngu út frá gjaldtöku, að þá tel ég ekki þörf á slíku. Álagsstýringar er þörf á ákveðnum svæðum, það er alveg ljóst, en það sem er vinsælt í dag er ekkert endilega vinsælt á morgun. Þannig að álagsstýring verður að vera svolítið fljótandi verkfæri og við þurfum að vera svolítið á tánum með þetta. Það er þörf á álagsstýringu á Íslandi, bæði á náttúrulegum svæðum en ekki síður á manngerðum upplifunum og við eigum að ýta undir manngerðar upplifanir vegna þess að þær geta verið lykill að góðri álagsstýringu. Ég tel vera mikla þörf á álagsstýringu á þeim svæðum þar sem að fólk sækir einna mest til á landinu okkar og það eru ákveðnir staðir sem eru vinsælli en aðrir, það er bara þannig. Já, enda erum við að beita mjög öflugri álagsstýringu á okkar helstu ferðamannastöðum nú þegar og það hefur sannað sig að það hefur okkur hefur tekist að halda í upplifun gesta víðast hvar og þetta er eitthvað sem þurfum að passa mjög vel upp á í framtíðinni.